Ég ætlaði að vera bara með stutta kynningu á hvað borgaralaun eru fyrir þá sem eru kannski minna inn í efninu. Ég gerir reyndar ráð fyrir því að þeir sem eru hér í dag viti töluvert málið, en ég ætla bara í mjög stuttu máli að fara yfir svona helstu einkenni á því hvað borgaralaun eru. Og það til svona alþjóðleg samtök sem heita Basic Income Earth Network og þau hafa skilgreint borgaralaun og það eru 5 þættir sem að einkenna borgaralaun. Þau eru greidd reglulega, það mánaðarlega eða árlega. Þau eru greidd í peningum en ekki sem einhvers konar vilyrði fyrir afgreiðslu á ákveðnum vörum eða ákveðnu þjónustu, heldur fær fólk bara peninga. Þau eru greidd á einstaklingsgrunni en ekki til dæmis til eitthvað sem að fer með forráð yfir heimili, heldur bara per einstakling. Þau eru greidd án skilyrða, óháð tekjum og eignum og óháð stöðu á vinnumarkaði. Þannig að þetta það sem svona einkennir borgaralaun. Og svo alltaf spurningin hversu há eiga borgaralaun að vera. Þau geta verið algild grunnframfærsla og þá gert ráð fyrir því að þau dugi fyrir framfærslu eða svo lágmarksframfærslu og þá í raun að aðrar greiðslur velferðarkerfisins og atvinnutryggingakerfisins falli niður. En svo geta það verið borgaralaun að hluta og þá fær fólk einhverja summu í hendurna mánaðarlega sem að dugir ekki endilega fyrir framfærslu, bara viðbót við aðra framfærslu og þeir sem eru í þörf fá þá skilyrtar greiðslur í samræmi við þörf og önnur réttindi innan velferðarkerfisins. Það eru fjármögnunin nú kannski oft það sem verður svolítið lífleg umræða og það auðvitað veltur á hversu háar greiðslurnar eiga að vera, en það eru allra handa skattar og gjöld sem eru möguleg til þess að fjármagna borgaralaun. Og eins og þið sjáu hérna, þetta langur listi, það eru auðlindagjöld, stighækkandi tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur, skattur á landareignir og síðan það eins og skattur á fjármagnsflutninga, Tobin tax, skattur á myndun koltvísýrings og einnig hefur neikvæður tekjuskattur verið nefndur í þessu samhengi og það þá endurgreiðsla á ónýttum persónuafslætti. Og af hverju? Það borgaralaun eiga sér langa sögu og allt aftur á 16. öld og ég ætla ekki að rekja hana hér í dag. En á síðustu árum, eins og Hildur Margrét nefndi hér í inngangi sínum, hefur orðið lífleg umræða borgaralaun, ekki síst vegna þeirra efnahagsþróunar sem hefur leitt til vaxandi misskiptingar bæði í félagslega og efnahagslega. Og svo eru það breytingar á vinnumarkaði og stafræna byltingin og tæknibreytingar sem að breyta störfum og eðli þeirra, ráðningarformi og slíku. Þannig að það svona kannski má segja að horfur á vinnumarkaði séu óljósar og valdi óöryggi og það hafi vaknað þessu umræða hvernig á að tryggja fólki framfærslu þegar það fær ekki vinnu til að framfæra sig og sína. Og í mjög stuttu máli þá eru ástæður, það eru svona auðvitað mjög mismunandi ástæður fyrir því að fólk fylgjandi borgaralaunum og frelsi kannski ekki síst áhugaverði þátturinn varðandi borgaralaun, þessar hugmyndir að við fáum aukið frelsi til þess að ákveða sjálf hvernig við ætlum að verja tíma okkar og kröftum og líka að við aukum samningamátt okkar eða samningsstöðu okkar gagnvart atvinnurekendum eða þeim sem að veita vinnu. Svo hafa borgaralaun verið notuð sem hugmynd til þess að leysa fátæktarvanda. Það á ekki síður við í löndum þar sem að fólk, stórir hópar búa við alvarlega fátækt. Það hafa verið gerðar tilraunir með þetta til dæmis í Indlandi, þar sem að fólk fær, þetta valdefling og fólk fær tækifæri og í raun frelsi samhliða
fjármununum sem það fær þá greidda mánaðarlega til þess að bæta stöðu sína og tryggja börnum sínum heilbrigðisþjónustu og slíkt. Og svo það atvinnuskortur sem kannski það sem við erum að ræða hér helst í dag. Við erum að horfa á þetta svolítið út frá vinnumarkanum, nema ég veit að Halldóra með það út frá hugmyndunum frelsi sem frábært, en það hefur verið bent á að það þurfi að bregðast við atvinnuskorti og líka því óöryggi sem fylgir öryggisleysi, ef við getum sagt það, sem fylgir þeim breytingum sem nú að eiga sér stað í hagkerfum heimsins. Svo ekki skortur á rökum á móti, það auðvitað bæði talað með og á móti borgaralaunum, það hefur verið bent á að með borgaralaunum séu þeir sem eru þurfandi ekki að fá nóg, það geti dregið úr hvata og getu til þess að veita almannaþjónustu. Það hefur verið bent á að það sé ekki vita hvaða áhrif þetta hafa á hvata til vinnu og að í raun gætu borgaralaun þjónað sem niðurgreiðsla á launum atvinnurekenda. Borgaralaun muni leiða sér umtalsverða aukna skattheimtu og með borgaralaunum sé verið að tala, eða að atvinna sé í þessum hugmyndum þá skilgreind sem aðeins tekjuöflun en að atvinna sé svo mikið meira. Og þá má kannski segja að það svona áhugavert þegar maður að lesa þetta að sumir telja að þetta geta verið svarið við því að hefta hinn taumlausa kapitalisma og þá eyðingu eða þá slæmu félagslegu afleiðingar sem það hefur fyrir hópana sem að dragast aftur úr og í raun og veru að ekki að fá sinn hlut af arðinum af vinnunni, á meðan aðri benda á að borgaralaun kunna vera nauðsynleg til þess að bjarga kapitalismanum. Að það séu svona plástur á þau sár sem hann veldur og gefa honum endurnýjað líf. Þannig að þetta líflegar hugmyndir og mjög áhugaverðar að mínu mati. En það fyrir þá sem að vilja kynna sér meira borgaralaun á íslensku, þá eru 2 nýjar BS-ritgerðir í hagfræði komnar út, ein eftir Margréti Þórisdóttur sem kom árið 2017 og önnur eftir Sigrúnu Önnu Hallgrímsdóttur, glæný ritgerð borgaralaun og dreifingu auðlindarentu. Og þetta eru mjög góðar og greinagóðar ritgerðir sem ég get auðveldlega mælt með og hægt að nálgast á skemmunni. Síðan eru þetta þingsályktunartillaga Pírata sem komin fram. Svo erum við með BN, Basic Income Earth Network, það hægt að nálgast upplýsingar þau á netinu með auðveldum hætti og það líka Íslandsdeild þessara samtaka sem á Facebook. Og síðan komið út, síðan nýtt tímarit sem heitir Basic Income Studies sem kemur út 2 á ári. Þannig og svo eru þetta fullt á öðru efni, en þetta svona aðgengilegt og þægilegt fyrir þá sem vilja kynna sér meira. Svo ætla hér eru bækur eftir 2 menn, Van Parijs sem belgískur heimspekingur og hagfræðingur sem mjög fylgjandi borgaralaunum, beitti sér mjög í umræðunum í Sviss, var hann til þjóðaratkvæðagreiðsluna þar, og svo eftir Guy Standing sem breskur hagfræðingur, kom hér og hélt erindi síðastliðið haust borgaralaun og það sem hann kallar the precariat, þá stétt fólks sem nýtur ekki atvinnuöryggis og þau áhrif sem það hefur á sjálfsmynd fólks, ekki endilega efnahagslegu áhrifin, heldur líka sálrænu áhrifin af því að búa ekki við atvinnuöryggi. En þetta var mjög stutt kynning á mjög viðamiklu efni og það eru þetta margar hugmyndir á sveimi og ég ekki með neinu móti að fanga innihaldið í þeim hér, en þetta var bara til þess hugsað aðeins að setja ramman það í grófum dráttum hvað borgaralaun eru. Og það von okkar hjá ASÍ að fundurinn hér í dag sé málefnalegt innlegg í þá umræðu sem nú á sér stað og vonandi getum við svo haldið áfram í framhaldinu að ræða kosti og galla þess að veita öllum skilyrðislausa framfærslu. Gjörið þið svo vel.